1991. Hann því orðið rúmlega 32 ára. Ekki var hægt að fagna því til samanleina á sínum tíma út af gaflu, COVID-19, svo við gerum það núna. Og þess ber við geta að einn af stofnendum kórsins enn syngjandi með okkur, en það hann Örn Eriksen sem verður nýhraður á næstu dögum. Við skulum gefa nú gátt. Stjórnandi kórsins, Guðlaug Hestnes, búinn að veifa sprotanum í 30 ár í haust og enn að og aldrei betur. Aðalundirleikari kórsins, Gunnar Ásgeirsson, spilaði fyrst undir hjá kórnum þegar hann var 11 ára og gerði svo fastur undirleikari fyrir 17 árum þegar hann var aðeins 15 ára árið eftir að hann fermdist. Nú erum við búin að æfira á hann. Svo erum við með 2 gestaundirleikara sem við óskum heitt eftir að verða oft og lengi með okkur í framtíðinni. Það eru þau Anna Lára Grétarsdóttir, píanóleikari sem öðlaðist landsfrægð á dögunum þegar hún vann músíktilraunirnar og nú stefnt á heimsfrægð. Og svo Einar Sigurjónsson, harmoníkuleikari með meiru. Hann var veðinn í upphafi að spila undir 1 lag af einhverjum, en svo var sagt, getur þú ekki spila undir þetta lag líka. Og já, sagði ljúlingurinn Einar, og ég man ekki hvað það mörg lög sem hann endaði á að spila. En syngjandi kórfélagar eru 28 þegar allir geta mætt. Sá elsti verður nýræður á næstu dögum og svo yngsti var 60 nú í apríl. Meðalaldur söngfólksins 76,6 ár, en meðalaldur stjórnenda og undirleikara 30. En það best að hætta þessu aldursrugli og halda áfram að syngja. Það er við hæfi að syngja æviskeiði, en það er gamall húsgangur frá árinu 1700. En textin sem við syngjum skráður á Guðmundur Óla Sigurgeirssyni. Gjörðu svo vel. Sigursson og það ekki í fyrsta æ
verður getið hann hefur útsett mörg okkar lögum á þessu program. Gjörðu svo vel, gleðbrot. Gleymdi gleraugun. Ljóðið í lagið eftir Hjört Þórarinsson og raddsetning eftir Ásta Sigurðsson. Þetta er kórættir borgar. Við höfum fullt leyfi til að gleyma.
fjölskyldur þeirra bjuggu við þegar þessi texti var samin af Kristjáni frá Djúpavogi til lag Svavars Benediktssonar. Þessar aðstæður sem hér er lýst hafa sem betur fer breyst mikið síðan þá og ekki hafa alltaf, en samt eru nú alltaf einhverjir sem að bíða og vona og margir koma vissulega ekki heim úr lífsins ólgu sjó. En hér er komið að sjómannavalsinum fyrir þessu verð. Þetta er að sjálfsögðu Kveiktu á ljósi. Textin er líka eftir hann og hann er ekkert síðri heldur lagið. Fyrir þessu verð. Oh
Uppgjöf heitir Blíðasti blær. Það er landslegt lag. Lagið er eftir Óðin G. Þórarinsson, Háskólafirði, og ljóðið gerði Magnús Stefánsson. Ljóðið gerði Magnús Stefánsson og Þórólfur Friðgeirsson gerði textann. Þegar þeir félagar og ég var svo ljóðheppi þegar ég var ungur piltur og átti heima á Vopnafirði, þá var Þórólfur Friðgeirsson kennari og hann kendi með verið þetta á hans. Ljóðið svo er Blíðasti blær. Thank you.
vil ég taka það fram að útsetningin á sjómannavalsinum eftir Kristínu Jóhannsson, fyrirverandi organista hérna í kirkjuna. Og það líka afturlega að segja frá því að hún væntanlega hingað með kór að ég heldur næstu helgi. Og það verður örugglega mikið sungið þá, bæði hennar eigin kór og einnig þeir sem að held ég að hoppa inn í hann hér af kórfélögum samkórsins. En nú er það dótturina sem kórfélögum, ná, hvort það við En næst, þá ætlum við að flytja kveðið til sólarinnar, en það hún búin að skína á okkur núna síðustu vikurnar og það séum við gafið fyrir endan á því. Þetta sólkveðja eftir Steingrím Þorsteinsson og við vitum ekki höfund dagsins. En þetta lag og þessi texti og að við skulum vera að syngja hún á sér ákveðna sögu. Þetta lag og ljóð sem að tengdamóðir mín söng mikið fyrir börnin sín þegar þau voru að alast upp, hún náttúrulega 13 og það var þetta lag og þegar að einn af þessum börnum hennar lést nú hér á Skjólgarði fyrir nokkrum árum síðan, þá kom fram óskum það að þetta lag yrði nú sungið við útförun hans. Guðlaug leitaði og fann ekki neitt sem að hægt var að átta sig á til að finna þetta lag. Þannig að það var úr að einn af máa mínum og þau systkinin, þau tók sér til og sungu þetta fyrir hana. Hún tók það upp á símann sinn held ég. Jóhann Óræk, hann tók síðan þetta og útsetti það. Þetta var sungið við útförina og síðan komur eldriborgarar búin að syngja þetta lag nokkuð síðan. Eftir sólkveðja eftir Steingrím Þorsteinsson fyrir sveit. Lagið eftir Sigfús Ólafsson. Kristján Djúpálæk gerði ljóðið og útsetningin eftir Ásgeir Sigurðsson.
sálmur sem að ég held að við öll hér inni bara með kunnum frá barnæsku. Og faðir gjörði lítið ljós. Þetta er yndislegt lag eftir Jónas Tómasson og textinn eftir stórskáldi Matthías Jökulsson. Þetta er dásamlegt lag. Gjörðu svo vel. Oh
Árni Stefán Pálsson. Eins og þið heyrið það þá er það er gleði í öllum þessum lögum. Því að það er eina sem við vitum vísitölu að það er gleðivísitala og hún ræður ríkjum hér í þessum kór. Þannig að nú ætlum við að syngja hérna eins og hún sagði ástarþrá, því hver þekkir hana betur en við? Eldri borgarar.
Sigurgeirsson á Klaustri, mikil harmonikukall og dunda sig við að gera lög og dreifa þeim svona út á suður. Já, þetta er hörkulag. Fáðu storminn í fangi, gjörðu þessu vel. Svo vantaði náttúrulega flettara. Og Gunnar er að spila harmoniku og hún á píano, þetta er 20 blöð eða eitthvað svona. Þannig að ég spurði Einar hvort það vildi ekki fletta og hann segi ég get það ekki. En hann er nú samt að fletta. En við erum að láta storminn í
til að hlýða á. En þá er komið að því að kynna lokalægið, en það var samið árið 1938 af Annette Mills og ljóðið er eftir Hjört Ólafsson og radsetning er eftir Ásgeir Sigurðsson eins og við fram og er þetta 7. lagið á þessum tónleikum sem hann radsett. Bomsa Daisy, gjörðu svo vel.